ráðherra, ráðstefnustjóri og ráðstefnugestir. Til hamingju með þessa flottu byggðaráðstefnu á þessum fallega stað og takk fyrir að leyfa mér að vera svolítið hluti af henni. Það sem að ég ætla að tala þetta, þar að segja umhverfisvænt tækifæri fyrir byggðina. Og það sem að ég hef fram að færa eru aðalega vangaveltur, almennar vangaveltur. Það verða síðan aðrir bæði í dag og á morgun sem að tala meira einstök verkefni og hvernig þau stangast eða stangast ekki á við eitthvað annað. Og þá náttúrulega út frá þessu hvort að það séu einhver andstæður þarna uppi, annars vegar náttúruvernd eða annars vegar umhverfisvernd og hins vegar atvinnuuppbygging. Ég ætla að byrja þessa almennu vangaveltu mínar á því að velta ég fyrir mig hvort það hefði átt að vera spurningamerki á eftir fyrirsögninni. Fyrirsögnin var umhverfisvænt tækifæri fyrir byggðina á að vera spurningamerki á eftir, það er spurningin. Ég er með svar, það átti ekki að vera spurningamerki á eftir en það var það ekki á fyrstu glærunum sem sáuð. Með öðrum orðum, þetta hlýtur að fara einhvern veginn saman, þróun byggðar og umhverfisvænt. Mér var einhvern tímann sagt að það væri hægt að skipta fólki í 2 flokka. Það er annars vegar fólk sem skiptir fólki í 2 flokka og hins vegar fólk sem gerir það ekki. Ég er sennilega í fyrri flokknum, það er að segja fólk sem skiptir fólki í 2 flokka, þannig að ég ákvað að skipta umfjöllunarefninu í 4 flokka. Og þetta er ekki byggt á einhverju fræðilegri flokkun, heldur þetta bara mína vangaveltur eins og allt annað sem ég ætla að segja þarna. Þannig að ég ákvað að skipta umfjöllunarefninu í 4 flokka, semst að í fyrsta lagi beina atvinnuuppbyggingu, semst hvernig náttúruvernd eða umhverfisvernd getur beinlínis skapa störf, maður geta beinlínis farið í þetta eins og hver önnur uppbyggingarverkefni fyrir atvinnulífið. Annar flokkur ímynd svæðis, 3. flokkur innviðir fyrir íbúa og 4. flokkur kolefnisbinding, landgræðsla, skógrækt og endurheimt votlendis. Reyndar ætla ég ekki að tala neitt sérstaklega þennan 4. flokk, bara aðeins að hafa hann með til að benda á að á því sviði bíða okkar ekki bara vandamál sem þarf að leysa, heldur líka tækifæri til atvinnuuppbyggingar. Þarna liggja tækifæri eins og í öllu öðru sem við bara þurfum að kunna nýta á skynsamlegan hátt. En ég ætla að tala aðeins fyrri 3 flokkana. Svona í stuttu máli þá held ég að störf sem skapast við umhverfisvernd séu oft vanmetin og sett í flokkin eitthvað annað. Svona með einhvern svona niðrandi tóni. Þetta sé bara eitthvað annað og það sé ekkert á það að stóla. Og ég held semst að þetta sé ákveðið vanmat, þar að sé annars vegar vanmat á mikilvægi umhverfisverndar í atvinnuuppbyggingu og hins vegar vanmat á hugtakinu eitthvað annað. En eins og ég sagði áðan þá verða hérna aðrir en ég sem munu fjalla nánar einstaka þætti í þessu öllu saman og ég ætla þá bara að halda áfram með þessar almennu vangaveltur. Fyrsti flokkurinn af þessum 4 eða þessum 3 sem ég ætla að tala er það sem ég myndi kalla beina atvinnuuppbyggingu. Það hafi verið gerðar rannsóknir sem sýna að friðuð allavega geta haft mjög mikil jákvæð áhrif á hagkerfið og nærtækasta rannsóknin og svo eina sem ég veit svona stór allavega á Íslandi er rannsókn Jukka Siltanen frá því 2017, þetta er sem sagt meistararitgerð við umhverfis- og auðlindafræði í Háskóla Íslands þar sem hann skoðaði efnahagsleg áhrif þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og niðurstaða hans var í stuttumáli þessi, eins og þarna sést að þetta hefði samtal skapað eða semst að tilkoma þjóðgarðsins skapi á hverju ári verðmæti upp á 3,9 milljarða. Það hefði myndast þarna eða orðið til 700 störf í tengsl við þetta. Þetta gef af sér meira en 900 milljónir í beinum sköttum. Efnahagsleg áhrif þjóðgarðsins séu 58 sinnum meira en kostnaðurinn og tekjuskatturinn 14 sinnum meiri heldur en rekstrakostnaður þjóðgarðsins. Þannig að þetta kannski svarar strax þessari spurningu hvort að þetta sé bara vesen eða hvort þetta sé raunverulega atvinnuuppbygging. Mér þætti reynda svona eins og þess að tölu líta út gaman að frétta af ykkur atvinnuuppbyggingarverkefni sem hefur skapað jafn mörg störf á jafn stuttum tíma. Og líklega eru þetta að mestu leyti störf við eitthvað annað, á þess að ég viti það nákvæmlega. Það verið hægt að tína til fleiri dæmi og þar á meðal
erlend dæmi og það til aðferðafræði og það einmitt aðferðafræði sem Jukka Siltanen beitti í sinni rannsókn til þess að meta þessi áhrif. En eins og ég sagði áðan að þá kannski ekki mikið til af rannsóknum á þessu hérlendis. Hins vegar hafa menn auðvitað reynslu og það verður eitthvað sagt frá henni síðar á ráðstefnunni eins og meðal annars reynslu frá Vatnajökulsþjóðgarði, bæði norðanverðum og sunnanverðum. Og svo líka hægt að segja frá því sem kemur eflaust fram á morgun þegar umhverfis- og auðlindaráðherra kemur að heimsækja ykkur, að það komið í gang samstarfsverkefni umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands skipulagt mat á efnahagslegum áhrifum friðlýstra svæða. Þetta byrjaði núna í vor, ég hef ekki fylgst með framvindu þess, en þetta eitthvað sem menn virkilega að skoða og eins og ég sagði þá til aðferðafræði til að meta beinlínis þessi efnahagslegu áhrif. Áfram með þetta fyrsta, það að segja flokkur 1, atvinnuuppbygging, tækifæri í þjóðgörðum. Það náttúrulega skapast í fyrsta lagi beinstörf, það eru störf í gestastofu, störf í landvörslu og fleira. Og síðan náttúrulega ýmis afleidd störf vegna þess að fólk sækir í þjóðgarða og þá náttúrulega bara byggist upp ferðaþjónusta í kringu það, gisting, flutningar á fólki og vörum, leiðsögn, önnur fræðslustarfsemi og svo framvegis, verslun, reiðhjólaviðgerðir. Það allt mögulegt. Ég setti reiðhjólaviðgerðir með þarna því að það kannski einhver atvinnugrein sem menn yfirleitt ekki með uppteknir af. Og síðan náttúrulega fleira, þarna skapast vettvangur fyrir útgáfustarfsemi, ekki endilega á vegum þjóðgarðsins, heldur að leið og menn eru búnir að svona lyfta upp einhverjum svæðum og benda á að þau séu mikilvæg frá náttúrulegu sjónarmiði eða sjónarmiði náttúruverndar, að þá opnast þar möguleikar fyrir einhverjar sem vilja skrifa einhverjar vísindarlega bækur, gefa út ljósmyndabækur, framleiða heimildamindir, þannig að það ýmislegt í kringum þetta sem maður kannski hugsar ekkert alveg í fyrstu umferð. Og síðan skapast líka hugsanlega tækifæri í móttöku þess sem ég kalla rannsóknarferðamanna. Ég hef ekki oft heyrt þetta hugtak, rannsóknarferðamennska, en það á vissan hátt það sem að Snæfellingar hafa séð, hingað kemur fólk til að athuga hvernig Snæfellingar farið að þessu og það gildir bæði þjóðgarðinn og eins það sem bæjarstjóri nefndi umhverfisverkefni sem hér hafa verið í gangi. Og það í sjálfu sér líka umsvif sem fylgja því að aðrir koma til að sjá hvað þetta fyrirmyndarsvæði að gera. Þannig að það ýmislegt svona eitthvað annað sem að getur sprottið upp. Og þetta ekki bara þjóðgarðar auðvitað að gefa önnur friðursvæði svipaða möguleika eins og náttúruvætti, friðlönd eins og fuglafriðlönd eða Ramsarsvæði og líka hugsanlega eitthvað sem menn búa hálfpartinn til þó að sé ekki beinlínis til á staðnum og það náttúrulega snýst ekki allt umhverfisvernd. Eins og bara eitt dæmi að austan Perlu Fljótsdalshéraðs þar sem menn ákváðu að benda ferðamönnum á nokkra tiltekna staði og þá þegar maður kemur inn á svæði þá fær maður eitthvað bækling og segir já, ég þarf endilega að gera þetta eitthvað 10 svæði, við skulum bara klára það annarkvort í sumar eða koma það bara aftur næsta sumar og labba upp á öllum þessum fossum og skoða allar þessar minjar. Þannig að bara það eitt að búa til eitthvað í kringum þetta sem vekur athygli á því, það getur skapað störf og umsvif. Nú önnur dæmi eins og erlendis frá eru Jakobsvegurinn sem kannski ekki beinlínis umhverfistengt, en þetta bara einhver leið sem menn keppast við að labba og enn eitt dæmi aðeins nær en líka í útlöndum Vasaleiðin sem leiðin sem gengin í Vasagöngunni, leiðin sem að Gústav Vasa fór þegar hann ákvað að snúast til varna gegn Dönum árið 1500 eitthvað, það svona fyrir mitt minni reyndar, en þarna búin að vera skíðaganga á hverju ári síðan 1922 og reynda nýlega, gaman að segja frá því, það líka nýlega byrjaði að halda hlaup og þessari sömu leið og það mjög áhugavert að koma þarna vegna að þessi leið bara áratuga mörkuð leið, það búið að byggja upp þjónustu meðfram leiðinni, það búið konar þjónustu byggingar á helstu viðkomustöðum og bara mjög mikið lífi kringu þetta á heilmikil atvinna og reyndar ég man ekki alveg hvort það eru 15 manns í fullu starfi allt árið bara við að vinna þessum viðburðum. Þetta ekki beinlínis umhverfistengt en þetta svona sama meiði. Nú fleira mætti nefna eins og eyjuna Menorca við strönd Spánar sem fór aðra leið en Mallorca. Þetta náttúrulega eitthvað svipuð nöfn. Í Menorca ákvaði menn að fara ekki í þennan massatúrisma heldur að byggja upp svona viðkomustæði og búa sér til vinnu við að flytja fólk á milli þannig að maður getur labba hringinn í kringum eyjuna og látið trússa dótið sitt á milli staða og þannig hefur komið orðið til allt öðruvísi ferðaþjónusta heldur en til dæmis á Mallorca þar sem að massatúrismin hefur orðið allsráðandi.
Síðan getum við búið til einhver svona monument, hönd sem stendur upp fyrir sjónum. Þetta bara tilvísun í ákveð verkefni sem menn hafa verið að tala í Borgarnesi, en það getur verið eitthvað allt annað. Maður heyrt alls konar hugmyndir, það ekki endilega umhverfistengt, en það raunverulega hægt að búa til aðdráttarafl sem síðan, til þess þarf bara ákveðið hugmyndarflóð, sem síðan getur skapað störf. Yfirleitt þá kallar þessi uppbygging eða svona það að vekja athygli á svæðum kallar á uppbyggingu innviða. Í fyrsta lagi til þess að láta fólk vita að þetta sé til. Mér finnst reyndar þessi foss, Svöðufoss, ágætis dæmi það. Fyrir nokkrum árum vissi ég ekkert að Svöðufoss væri til. Þarna búið að byggja upp mjög skemmtilega, að mínum mati, innviði, sem það búið að búa þennan stað til sem ferðamannastað og bara mjög gaman að koma þarna. Ég veit ekki hvort allir hafa komið að Svöðufossi, en þetta ekkert minna merkilegu foss heldur en margir aðrir sem fólk treðst undir hvert öðru við að skoða. Og þetta svona ennþá, það koma margir þarna, þetta ennþá svona staður sem maður getur virkilega komið á í rólegheitum og notið. Og það þarf innviði til að gera fyrirbæri aðgengilegt, eins og reyndar einmitt búið að gera þarna. Og það þarf líka innviði til þess að verja fyrirbærið, vegna þess að sérhvert fyrirbæri hefur sín þolmörk og þar þarf þetta að fara varlega. Að byggja upp ímynd, ætli það ekki verið flokkur númer 2 hjá mér á eftir þessari beinni atvinnuuppbyggingu. Jákvæð ímynd eða sérstað verður ekki til að sjálfu sér, menn þurfa að búa hana til, og þá spurningin hvað þarf til þess að búa til jákvæð ímynd. Það þarf aðalega tvennt, það þarf að móta stefnu og það þarf að fylgja henni eftir. Þetta er allur galdurinn. Og það að móta stefnu og fylgja henni eftir, það felur meðal annars í sér að þora að segja nei. Það er ekki öllum gefið. Ekki mér heldur þó það sé önnur saga, og þess vegna stendi ég auðvitað hér. Og ég ætti kannski að vera að gera eitthvað annað, en það er önnur saga. En allavega, menn þurfa að þora að segja nei, og þetta er eitthvað svona sænskt máltæki sem hægt að orða mismunandi hátt og orða mismunandi hátt. Strategi utan handling er en dagdröm, handling utan strategi er en mardröm. Sem þýðir stefna án aðgerða eru dagdraumar, aðgerðir án stefnu er martröð. Menn þurfa að vita hvert er ætla, það bara eins og var sagt í Lísu í Undralandi, þegar hún spurði köttinn til leiðar á vegamótum og spurði köttinn hvora leiðina á ég að fara, og kötturinn sagði það fyrir eftir hvert þú ætlar, og þá sagði kötturinn þá líka alveg sama hvora leið þú ferð. Og önnur leið náttúrulega til að segja það er sú að ef þú veist ekki hvert þú ert að fara, það er mjög mikil hætta af því þú lendir eitthvað annars staðar. Menn þurfa að vita hvert er ætla að fara. Önnur leið til að byggja upp ímynd er að gera hlutinu svo vel að menn geti fengið óháða vottun utanaðkomandi aðila sem staðfesting á því ímyndin sé ekki bara platt. Það sé ekki bara mín eigin orð, heldur þetta sé alvöru, og það nákvæmlega sem Snæfellingar hafa gert og núna Vestfirðingar líka. Og það er einmitt mjög áhugavert starf sem hefur unnið í Noregi síðustu árin af norsku nýsköpunarmiðstöð eða Innovation Norge, þar sem hefur byggt upp sitt eigið vottunarkerfi sem er á ensku Sustainable Destination, sem er raun og veru að mörgu leyti sambærilegt Ørstek og er byggt á alþjóðlegum viðmiðum, eða þar sé viðmiðun fyrirbæri sem heitir GSTC eða Global Sustainability Tourism Council, sem hefur gefið út viðmið fyrir vottunarkerfi bæði fyrir einstök fyrirtæki og fyrir svæði. Óbein áhrif jákvæðra ímyndar eru náttúrulega margvísleg. Við getum gert ráð fyrir því að svæði sem hafa jákvæð ímynd fái fleiri og kannski betri, hvað sem það þýðir, ferðamenn, og þar með talda rannsóknarferðamenn sem koma á svæði til þess að sjá hvernig menn eiginlega náðu þessum merkilega árangri. Önnur óbein áhrif gætu verið ánægðari íbúar og hugsanlega fleiri íbúar, vegna þess að allt sem gert og er jákvætt fyrir byggðarlagið snýst ekki bara það að byggja upp störf sem maður kallar áþreifanleg, og ekki bara heldur það að byggja upp störf sem flokka sem eitthvað annað, heldur líka það að gefa byggðarlaginu það áferð að fólk langi til að búa þar, langi til að koma þangað, langi til að búa þar. Og leið kannski batnar rekstrargrundvöllur fyrirtæki. Ég hef einmitt heyrt það frá forsvarsmönnum stórra fyrirtæki á Snæfellsnesi að einhverjir þeirra hafa sagt mér gengur betur að selja vörurnar mínar vegna þess að ég get sagt að ég sé með fyrirtæki mitt á svona svæði sem leggur þessa áherslu á umhverfismál. Jafnvel þó að fyrirtæki sjálft sé ekki með hennar vottun. Þetta er bara liður því að fá kaupendur til þess að skilja að hér er virkilega verið að standa vel að hlutum. Þriðji flokkurum voru umhverfisvænir innviðir, umhverfisvænir reyndar hann að gæsalappa. Dæmið þetta, og þetta reyndar kom líka fram hérna í máli bæjarstjórans í upphafi,
að byggðarlög geta gert staðina sína, eða við skulum segja byggðirnar sínar, eða stjórnvöld í byggðarlögum geta gert byggðirnar sínar ákjósanlegri valkost með því að byggja upp útivistarsvæði, með því að leigja þessna matjurtagarða, þannig að fólk geti verið úti og ræktað sitt eigið grænmeti, með því að byggja upp hjólastíga, göngustíga, hlaupastíga. Allt hefur þetta náttúrulega líka leið jákvæð áhrif á lýðheilsu, merkja gönguleiðir, og þetta svolítið að sami eins og með Svöðufoss sem að kannski enginn vissi hvar var fyrir nokkrum árum. Það til fullt af góðum gönguleiðum, en sem að myndi vera liður í því að gera svæðið að betri stað til að búa á, en fólk þarf þá að vita séu þarna og vita hvar á að byrja. Gönguleið að Hafnarfjall ágætis dæmi um þetta, þarna í næsta nágrenni við mig, þar sem ég bý í Borgarnesi. Ég og margir aðrir förum mikið þarna á fjallið. Það hvergi neitt skilti sem stendur byrja hér að fara á fjallið. Það verður hægt að gera þetta að meiri formlegri stað, formlegri leið til að fara á sem myndi nýtast fleirum ef þetta veri til dæmis smert. Og þannig að stundum snýst það bara um eitthvað svona, búa til einhverja ímynd, búa til einhver stað, einhverja leið sem að fær fólk til þess að vilja vera þarna, fær fólk til þess að vera ánægt með tækifærin sem það hefur, og þannig verður hugsanlega til auðvitað einhver ný atvinna. Þótt að leiði ekki endilega til beinnar atvinnuuppbyggingar. En eins og ég sagði þá náttúrulega stuðla verkefni þessu tagi að betri lýðheilsu, betri ímynd og hugsanlega laðar þetta til sín ferðamenn. Þessi myndir af Hafnarfjallinu síðan einhvern tímann. Og þá var þessi spurning, er þetta eitthvað annað? Það sjaldan í setningum tvö þetta í röð, en sem spurningin er þetta eitthvað annað, sem ég var kannski einhverju liti búinn að svara, því þessi tækifæri sem ég hefur að tala eru gjarnan flokkuð sem eitthvað annað, og að mínum mati það oft vanmetið, vegna þess að það svolítið óáþreifanlegt í samanburði við hefðbundin uppbyggingaverkefni innan gæsalappa, sem menn þekkja betur, stóra verksmiðjur þar sem að mann vita fyrirfram að þarna munu 300 manns vinna, mann vita nákvæmlega hvað gert í álveri, mann þekkja það alveg, mann vita hvað gert í kísilveri, en mann vita ekkert alveg hvað mun vaksa upp, mann vita ekkert alveg hvaða nýsköpun mun verða á einhverju svæði sem að fer inn á þessa umhverfis meðvituð áherslu, vegna þess að ef menn vissu einhverja nýsköpun sem mun verða, það verða ekki nýsköpun. Það er engin uppfinning ef einhver maður finnur upp sem einhver vissi að yrði fundið upp. Nýsköpunin felst í því að þetta er eitthvað nýtt sem við þekkjum ekki fyrir. Það getur alveg verið að uppbygging, eins og til dæmis á friðuðum svæðum, útiloki eitthvað annað. Það er ekki þar með sagt að þessi uppbygging sé í andstöðu við einhver aðri uppbyggingu. Þessu hugsanlega stilt upp sem andstöðu, menn þarf ekki að vera. Stundum mennum við líka að benda réttilega á að lakari kosturinn getur líka að skapa mörg störf. Það er hægt að nefna sem nýlegt dæmi frá Bandaríkjunum þar sem að Donald Trump ákvað að setja inn pening til þess að styðja kólaíðnaðinn, og það var búið að reikna út að þetta myndi skapa 28.000 ný störf, sem bara alveg hellingur, jafnvel í stóru landi eins og í Bandaríkjunum. En hins vegar þá bentu umhverfisverndarsinnar á að ef hann hefði ekki gert þetta, heldur sett sambærilega fjárhæð í að styðja við uppbyggingu endurnýjanlegri orku og græn störf, þá hefur verið hægt að skapa 2 milljónir nýrra starfa. Þannig að þetta er kannski bæði gott, og stundum tekur maður einhver ástfóstri við hugmynd sem virðist alveg stór, en þá er raun og veru að útiloka einhver aðra hugmynd sem myndi gefa miklu meira af sér. Það er erfitt að vita það fyrirfram. Stundum þá útilokar þetta hvað annað. Stundum fer það ekki saman að byggja upp til dæmis friðuðsvæði og reka einhver ákveðna atvinnustarfsemi, og maður sér það meðal sem að skoðar flokkun IUCN, sem alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin sem að gefa út flokkanir fyrir friðuðsvæði. Þar kemur fram að til þess að geta fallið í þessa flokka, þá verði alltaf að setja verndun náttúrunnar í forgang innan þessara svæða ef það er ágreiningur um hvernig eigi að nýta þetta. Það þýðir ekki að öll atvinnustarfsemi sé útilokuð á friðuðum svæðum, heldur fyrst og fremst það að eina atvinnustarfsemi sem þar yfirleitt stunduð er hefðbundin atvinnustarfsemi. Þetta er svona eins og þau komið í þjóðgarði í Austurríki, þar sem eru ennþá lítil bú, þar sem menn eru með kýrmi bjöllur og að ganga um hagann, vegna þess að það er bara hluti af því sem hefur verið þarna um aldir. Það er hefðbundin atvinnustarfsemi sem byggir á sjálfbæra nýtingu náttúrunnar. En
hins vegar væru andstæður að fá þarna inn einhverja stóra verksmiðju sem að hefur ekki verið þarna og á ekki tengsl við þessa rætur, hún hefur ekki þessa rætur í menningunni. Auðvitað er mjög stutt þegar við erum að tala um þetta á milli þess sem við getum kallað umhverfistengt ferðaþjónusta þess vegna og menningartengt ferðaþjónusta. Það eru óljós mörk á milli umhverfisverndar og verndar menningararfsins. En þetta er kannski ágætt að hafa í huga og það eru auðvitað einhver dæmi um það á Íslandi, nýleg dæmi sem eru umræðinni núna, þar sem menn gætu þurft að velja annað hvort en ekki bæði. Og þá þarf að hugsa sér vel um hvort er ég að skapa 28.000 störf eða 2 milljónir starfa, svona í óeiginlegri merkingu. Vegna þess að þetta eitthvað annað getur kannski á endanum leitt til meiri virðisauka og meiri fjölgunar starfa og svo líka annað í þessu sem ég býst við að verði rætt hérna síðar á ráðstefnunni, að þetta eru öðruvísi störf, þetta eru öðruvísi fyrirtæki. Þessi uppbygging á friðuðum svæðum hefur gjarnan í för með sér uppbyggingu svona dreifhagkerfisins. Ég veit ekki alveg hvort ég er með rétt hugtök hérna, hvar er Vífill, hann er hérna einhvers staðar, en sem sagt það er líklegt að störf sem byggjast upp í tengslum við friðuð svæði og umhverfisvernd, að það séu störf í litlum fyrirtækjum sem sprett upp hér og þar og þar af leiðandi hugsanlega með meiri tengsl í byggðarlaginu en störf sem eru í verksmiðjunni sem vinna 300 manns. Þetta er allt á einni hendi þess vegna utanaðkomandi aðila og hugsanlega erlends aðila. Þannig að það er sem sagt samþjöppun versus svona dreifing í hagkerfinu. Og þá á ég ekkert eftir nema að segja eina setningu. Tækifærin eru allstaðar. Fyrirgefið, þetta eru 2 setningar. Tækifærin eru allstaðar, en þau eru ekki endilega þar sem við erum vön að halda þessu. Takk fyrir.